Kosning mín í embætti forseta Íslands 1980 breytti auðvitað talsvert sýn á stöðu kvenna. Það var árið 1975, 24. október, sem að konur á Íslandi ákveðu að taka sér frí. Og það varð úr að það voru haldnir kvennafundir allt land 24. október og næst þegar Ísland birtist alveg hringinn í kring heimsbyggðinni, það var þegar að ég var kosin forseti Íslands árið 1980. En akkur var ég kosin, akkur var ég beðin að koma í framboð. Ég náttúrulega vildi það ekki, ég gaf mig ekki fram sjálf. Það var farið að leita í kjölfar kvennafrídagsins, þá sögðu menn hér, sagði einhver konur, að það væri algjörlega ótækt að hafa ekki konu meðal frambjóðenda þeir áttu að kjósa forseta. Og það var farið að leita að konum og allt í einu kemur nafnið mitt upp. Ég var leikhússtjóri þá hjá Leikfélagi Reykjavíkur sem núna Borgarleikhúsið og ég varðist auðvitað, ekki ég, nei það kemur ekki til mála. En síðan var það bara svo að það var ýtt svo mikið á mig að endaði með því að ég gafst upp og akkuru ljáði ég máls á þessu raunverulega endanlega. Það var að því að sjómenn á Íslandi sendu mér hvatningarorð og skeyti. Og það var ekki hægt að standa sjómennina. Manni eftir gömlu manni sem sagði ég er svo fegin að ég var ógift þá og ég er svo fegin að þú ert ekki gift Vigdís. Því að ef allt sem þú segðir, ef þú segðir eitthvað skemmtilegt, þá myndi vera sagt, þetta hefur kallinn sagt en að segja. Kosning mín í embætti forseta Íslands 1980 breytti auðvitað talsvert sýn á stöðu kvenna. Og úr því hún getur það, þá hlýt ég að geta. Mér finnst núna þegar ég lít tilbaka, þá finnst mér það besta sem ég gerði, kona kosin forseti. Vegna þess að ég gerði mér enga grein fyrir því þá, en ég var fyrsta konan sem var kosin forseti í lýðræðislegum kjörum, kosningum í heiminum. Það var mjög snemma að ég var boðin víða að koma í heimsóknir út allar jarðir, útlöndum og ég reiknaði alltaf með því að menn vildu sjá þetta fyrirbæri. Vita hvað í ósköpunum þetta fyrirbæri, kona kosin forseti. Þegar upp er staðið og ég líti tilbaka, þá sé ég að þetta var gæfuspor fyrir Ísland að kjósa sér konu. Og alveg burtséð á hvort að ég eða einhver önnur. Það var kominn tími til að kjósa konu og sanna það að kona getur gegnt sömu störfum og karlar. Stelpur eru algjörlega hættar að biðja afsökunar á sjálfu sér. Að þær vita að þær eru alveg jafngóðar til andans eins og strákarnir. Mentið ykkur. Ef þið eigið sömu menntun og strákarnir, þá ykkur vegirnir miklu betur færir en ella.